Undirritaður var samningur Fab Lab-smiðju í Keili í vikunni. Smiðjan samstarfsverkefni atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Keilis. Markmiðið með starfsemi Fab Lab á Reykjanesi að auka þekkingu skólafólks og almennings á persónumiðaðri framleiðslu og stafrænum framleiðsluaðferðum. Fab Lab svona, getur sagt, stafræn smiðja, það nútíma smiðja, þar sem að almenningur og skólafólk getur fengið aðstöðu og aðstoð til þess að fá útrás fyrir sköpunarkrafti sínum. Þarna eru alls konar tæki og tól eins og róbótarnir sem við erum með hér, 3D-prentarar, bara nefndu það. Og fólk getur komið með sínar hugmyndir og farið í allsherjar sköpun. Við leggjum til Hackit sem fólk kannski þekkir, það kemur inn í Fab Labið, aðstaðan hér í smiðjunni hjá Keili, efnafræðistofan hjá Keili og þannig má áfram telja. Og svo kemur aðstæðan í Fjölbrautaskóla Suðurnesja ef á þarf að halda. En hvernig þegar almenningur kemur? Getur hann unnið undir leiðsögn frá kennurum? Já, það eru leiðbeinendur og við þegar við sjáum það í Hackit. Það hefur verið opið nokkra klukkstundir í viku og þegar hópur fólk sem kemur þar alltaf þegar opið og fær útrás fyrir sköpunargleði sinni og við að horfa fólk búa til nytja hluti, skrautmunni, alls konar festar og óróa og bara nefndu það. Og það gaman að sjá hvernig sköpunargleðin örvar fólk og veitir því gleði. Og mun skólabarárin hérna í Keili breytast með tilkomu Fab Lab? Já, þetta eiginlega viðbót við okkar starf. Við þegar í samstarfi við Háaleitsskóla, krakkarnir þar í 7. og 8. bekk taka nýsköpun, Fab Lab ævintýri sem valgrein og þegar fyrsti tíminn búinn og það gaman að sjá að myndum hvað þau ljóma og það einmitt tilgangurinn, það að örva tækni og nýsköpunar hugsun og áhuga meðal skólafólks og almennings og það það sem atvinnulífið kallar eftir og þess vegna verið að svara því.